Fundur settur í bæjarstjórn Sveitarfélagsins Hornafjarðar þann 14. maí 2020. Þetta fundur bæjarstjórnar nr. 274. En mætt eru ég, Ásgrímur Ingólfsson, einnig Ásgerður Kristín Gylfadóttir, Björgvin Óskar Sigurjónsson, Kristján Sigurður Guðnason, Bryndís Hólmsdóttir, Páll Róbert Matthíasson og Sæmundur Helgason. Einnig bæjarstjórinn Matthildur Ásmundardóttir. Starfsmaður fundarins Bryndís Bjarnason. Fyrir fundinum liggja 15 mál, þar af 4 fundargerðir bæjarráðs og 1 fundargerð bæjarstjórnar til kynningar og skýrsla bæjarstjóra. En okkur ekki til setunum boðið og orðið laust fundargerð bæjarráðs nr. 942. Gjörið svo vel. Bryndís, gjörið svo vel. Ágætu forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það var hérna í þriðja liði í þessari fundargerð ágætt minnisblað frá Brynju Dögg skipulagsfulltrúa þar sem hún fer yfir hugmyndir hvernig sveitarfélagið getur bætt í varðandi starfsfólk og svona vegna ástandins sem í samfélaginu. Nú það bara margvitað að þegar það ráðið fullt af fólki þá verður að vera mjög góð verkstjórn og gríðarlega gott skipulag. Nú vitað að fjölmargir eru búin að sækja vinnu í vinnuskólanum og það þarf þroskaða og velvinnandi liðsstjóra. Fáum við eitthvað svoleiðis fólk? Nú tækifæri til þess að fara í gegnum trjá- og blómbeð bæjarins. Þau eru í miklu lamasessi því að þeim hefur lítið verið sinnt nema það allra nauðsynlegasta. Það þarf að bæta í mold og húsdýraáburði, jafnvel skipta út gróðri sem komin til ára sinna. Við getum tekið dæmi hjá honum Þórhalli Dan, styttunni þar eru grenitré sem eru bara mjög gisin og ljót. Það væri mjög gott að setja eitthvað blómstrandi þar til dæmis. En þetta klárlega metnaðarfullt verkefni fyrir vinnuskólan en undir góðri verkstjórn. Varðandi göngustíga og margar vinnandi hendur, að búa til göngustíg mest vélavinna. Og þá fer maður að hugsa, erum við að laga það sem fyrir eða erum við að gera metnaðarfulla stíga sem væri hægt að nota allt árið með tilheyrandi mokstri og hálkueyðingu á veðurnar. Spyr sá sem ekki veit og hefur ekki séð neitt það sem á að gera. Annað sem ég hef verið að spá í varðandi þetta verkefni hefur verið haft sambandi starfandi fyrirtæki hér á svæðinu sem sinna jarðvinnu og þess háttar eða ætla sveitarfélagið að gera þetta allt sjálft. Það nefnilega auðvelt að draga tennur úr fyrirtækjum á svæðinu með því að kaupa ekki af þeim þjónustu og svo þegar við þurfum þjónustuna þá kannski fyrirtæki bara farið annað eða hættir rekstri. Þakka fyrir þetta, Bryndís. Orðið enn laust 942. Matthildur, gjörðu svo vel. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Kannski bara til þess að bregðast við henni Bryndísi, þá verið búið að kortleggja mörg hver verkefnin og finna mögulega leiðir til þess að skapa atvinnu handa sumarstarfsfólki hér í sumar, bæði í vinnuskóla og síðan eldri hóp sumarstarfsmanna á framhalds- og háskólaaldri og kem ég meðal inn á það hér síðar í skýrslu minni. En á næsta fundi bæjarráðs verður greinargerð með hversu stór fjöldi þetta sem hefur sótt þessi störf hjá okkur og jafnframt hvað Vinnumálastofnun mun leggja inn í þá vinnu. En samkvæmt átaki ríkisstjórnarinnar þá hafa lagt til fjárhæð fyrir hvern starfsmann á mánuði í 2 mánuði í senn. Þannig að það aðsókn í þessi störf og líklega milli 20 og 25 umsóknir og störf sem ungmenni sem hafa sótt í vinnuskólan í kringum milli 50 og 60 voru síðustu tölur sem ég fékk. Það búið að ráða nú þegar 4 flokkstjóra og það var búið að gera það áður en að þetta skall á í rauninni, að þessar ákvarðanir varðandi sumarstarfsfólk voru teknar og það eru allt flokkstjórar sem voru starfandi hér síðasta sumar og gerðu það með miklum sóma. Menn sáu hér mikla breytingar á umhverfi í bænum. Það var
nokkuð góðu fjöldi sem að fékkst til starfi í Vinnuskólanum á síðasta ári, 40 börn, ef mér skilst, og þeim var bara stýrt ágætlega. Þannig að ég hef bara fulla trú á að við getum gert þetta vel, þetta sumar, og munum geta skaffað allavega ungmennum í vinnuskóla góð störf og góða verkstýringu. Og það er einnig uppi hugmyndir að því að efla það starf enn frekar með einhvers konar sköpunarvinnu eða öðru slíku í samstarfi við menningarmiðstöðina. Varðandi umhverfismálin og göngustígagerð og annað slíkt, þá var samþykkt í fjárhagsáætlun 2020 að fara í framkvæmdir á göngustígum, og það voru settar 10 milljónir í það, og það er hafin nú þegar sú vinna, og það á að leggja frá Álaleiru út í Ægisíðu hina vestari að því þar sem mótokrossbrautin var áður, og utan þá vinnu heldur áhaldahúsið að mestu eins og er, en það er önnur verkefni sem við erum að leggjast í, eins og það er stefnt að því að fara í viðhald á Hafnabrautinni, það er verið að leggja hitaveitu, ljósleiðara og eitthvað fleira sem að við kaupum verktaka hér á Hornafirði í þau verkefni, svo lengi sem að þau reppa útboð eða þarf að fara í útboð. Eins með viðhaldi eins og vöruhúsi, það var samið við verktaka hér í vikunni það verkefni. Þannig að vonandi fáum við bara góða starfsmyndi vinnu, og ég er alveg handviss á því að við getum haldið uppi öflugu starfi, en það er alveg rétt sem Bryndís kemur inn á, það þarf mikla og góða verkstjórn, og það er auðvitað áskorun að taka á móti fjölda sumarstarfsmanna að geta sinnt þeim á fullnægjandi hátt og skapa þeim sömuleiðis, bara skrifstofurými, sem er nú kannski ekki sem er af skornum skammti hjá sveitarfélaginu. Þannig að þetta er allt áskoranir sem að við munum takast á við og vinna í góðu samstarfi við þá starfsmenn sem við fáum til starfa og höfum nú þegar í vinnu. Og það eru mörg verkefni þarna í burðarliðnum, og við erum hérna með umhverfisfulltrúa í vinnu í dag sem er í 100% eða 80% vinnu í þeim störfum, og er hennar hlutverk meðal annars í samstarfi við umhverfis- og skipulagsstjóra og áhaldahúsið að fara yfir þessi opnu svæði og grænu svæði, blómabeð og ýmislegt fleira. Og þannig að ég er bara mjög jákvæð að bærinn mun líta mjög vel út hérna þegar sumrinu er lokið. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Matthildur. Orðið er enn laust fundargerð bæjarráðs 942. Það gefur engin merki. Þeir sem þá henni samþykki gjöra svo rétt upp hönd. Hún er samþykkt samhljóða. Annað mál á dagskrá er fundargerð bæjarráðs 943. Orðið er laust þá fundargerð. Það er engin sem gefur með merki. Þeir sem þá henni samþykki gjöra svo rétt upp hönd. Hún er samþykkt samhljóða. Þriðja mál á dagskrá er fundargerð bæjarráðs 944. Orðið er laust þá fundargerð. Sæmundur, gjörðu svo vel. Forseti, góðu fundarmenn. Mér langar til þess að fjalla mál sem svo sem búið að vera til umfjallunar í öðrum bæjarráðsfundargerðum, sem útboð vöruhús. Þarna á þessum bæjarráðsfundi þá verið að ganga frá því, eða það verið frá bæjarráðshálfu að þá var tekið tilboðið við tilboðsgjafa, og nú að fara af stað verkefni sem klárast vonandi í haust, og þegar við höfum klárað þetta verkefni þá höfum við sett 355 milljónir í endurbætur á vöruhúsinu, og til að koma því í það horf sem stefnt með á þeirri 4 ára eða 4 þátta verkáætlun sem hefur verið fylgt síðan 2017. Og nú er að fara af stað verkþáttur númer 4 sem sá síðasti í bili. Og við þetta má bæta að húsið var keypt vorið 2014
á 124 milljónir að mig minnir. Eða það segja mér vitrari menn. Samanlagt án þess að reikna inn vísitöluhækkanir eða mismunandi verðlag þá munum við þegar þessum framkvæmdum lýkur hafa lagt halvan milljarð í vöruhúsið eða 480 milljónir á síðustu 5-6 árum. En uppreiknað það eflaust töluvert meira. Við tökum vísitölur inn í, sennilega nálægt því sama og við setjum í allar framkvæmdir á þessu ári. Samanlega kostnaður við vöruhúsið álíka mikill og mest allt framkvæmdafé ársins 2020. Og þeir eru margir sem hafa beðið óþreyjufullir eftir því að framkvæmdir ljúki í vöruhúsinu og finnst þessi framkvæmdaráætlun, eða hefur fundist þessi framkvæmdaráætlun að skipta verkinu upp í 4 áfanga, hafa tekið langan tíma. En ég held að allir séu glaðir að sjá að nú hillir í lok framkvæmdana. Og það vert að ræða hvort svona verkáætlun hafi verið raunhæf eða hvort betra hefði verið að fara fljótar í verkið. Hefði það til dæmis kostað minna að bjóða verkefni út í einni heild, hefði verkefni getið tekið styttri tíma. Hefði átt að setja meiri pening í þetta verkefni, þá kostnað annarra verkefna sem sveitarfélagið hefur einnig unnið að. Og það eru margar spurningar og öruggt mál að sitt sýnist hverjum. En ég held að peningunum sé ágætlega varið í þessu tilliti. Í vöruhúsinu dafnar fjölbreytt og blómleg starfsemi, aðstaðandi skapandi skólahalds, félagssamveru og FabLab smiðju Hornafjarðar hefur með þessum framkvæmdum verið komið í varanlegt horf og mannsæmandi aðstæður fyrir þá sem þar vinna. En það er nauðsynlegt fyrir okkur að ræða tölur og þann kostnað sem liggur í því að gera upp gamalt húsnæði eins og vöruhúsið eða annar hús í eigu sveitarfélagsins. Dæmið vöruhúsið sýnir berlega að það er kostnaðarsamt að gera upp og endurnýja eldri hús, sérstaklega þegar þau fá nýtt hlutverk. Og þess vegna er alltaf gott að læra að það sama mun gilda önnur hús sem sveitarfélagið á og hefur í hyggju að gera upp og lagfæra. Það er hægt að nefna Sindrabæ eða Hrollustæði eða Miklagarð í því samhengi. Eða hús sem sveitarfélagið hefur í hyggju að kaupa og lagfæra. Eða þá líka hægt að færa góð rök með því með ákvörðunum að rífa niður hús, frekar en að lagfæra þau. Dæmið endurbætur við vöruhúsið er ágætt til að velta fyrir sér hvort ódýrara hefði verið að byggja nýtt hús. Eða hefði verið betra að vinna svona endurbætur á einhvern annan hátt, hafa framkvæmdirnar yfir styttri tíma. Og það er umræða sem ég held að hollt væri að taka þegar endurbótum við vöruhúsið lýkur, vonandi strax í haust. Þakka fyrir þetta, Sæmundur. Orðið er enn laust fundargerð bæjarráðs 944. Það er enginn sem gefur merki. Þeir sem eru þá henni samþykki gera vel að rétta upp hönd. Hún er samþykkt samhljóða. 4. mál á dagskrá er fundargerð bæjarráðs 945. Einhver sem vill taka til máls undir þeirri fundargerð? Það er enginn. Þeir sem eru þá henni samþykkir gera svo vel að rétta upp hönd. Fundargerð bæjarráðs 945 er samþykkt samhljóða. 5. mál á dagskrá og til umræðu er fundargerð bæjarstjórnar 273. Eitthvað sem vill tjá sig þá fundargerð? Það er enginn. 7. mál á dagskrá og það er komin yfir í almenn mál er ársreikningur sveitarfélagsins. Matthildur, gjörðu svo vel. Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar. Hér liggur fyrir að samþykkja ársreikning í seinni umræðu bæjarstjórnar fyrir árið 2019. En það hefur svo sem verið farið yfir ekstra niðurstöðu ársreikningsins og hún hefur ekkert breyst á milli umræðuna. En rekstur A og B hluta var jákvæð 468 milljónir króna og niðurstaða A hluta var jákvæð 407 milljónir króna. Og það má segja að sterk fjárhagsleg staða sveitarfélagsins sé góður grunnur fyrir þá erfiðleika sem steðja að sveitarfélaginu nú. Og til þess að fara svona yfir helstu tölur í ársreikningi þá voru eins og fyrir kom fram 468 milljónir króna afgangur á rekstrinum í heild. Veltu frá rekstri A og B hluta var 717 milljónir króna eða 73% af tekjum A og B hluta. Launagreiðslur voru rétt rúmur milljarður
án launatengdra gjalda og lífeyrisskuldbindinga og skatttekjur á hvern íbúa 579.000 krónur. Fjöldi stöðugilda í árslok var 154 og fjölgaði þeim 6 frá árinu 2018. Og skuldahlutfallið var 50% og lækkaði það 1% stig á milli ára. Það má því segja að fjárhagur sveitarfélagsins sé traustur og skuldastaðan lág og sveitarfélagið tiltölulega vel í stakk búið til að takast á við þær efnahagslegu afleiðingar sem við hljótum vegna COVID-faraldursins. En við bindum vonir til þess að niðursveiflan verði skammvinn og við munum rísa hratt upp á nýju ári 2021. Takk fyrir. Þakka þér fyrir þetta, Matthildur. Orðið er laust ársreikning sveitarfélagsins. Eitthvað sem vill tjá sig það? Það er enginn sem gefur merki. Þeir sem þá samþykkir ársreikningi sveitarfélagsins gerur svo verið eftir hönd. Hann er samþykkt og samhljóða. Staða á atvinnumarkaði í sveitarfélaginu Hornafirði. Matthildur, gjörðu svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Atvinnuleysistölurnar hér fyrir sveitarfélag Hornafjarðar eru á þeirri stærðargráðu sem við þekkjum vart og þekkjum bara alls ekki. Við erum með það upplýsingar sem við fengum hér í byrjun vikunar með því eru atvinnuleysistölur sjötta hæstu eða í sjötta sæti hvað varðar landið allt eða 27% í apríl og er áætlað að hlutfallið verði 22% í maí. Sveitarfélagið vinnur nú að ráðningu ungmenna í vinnuskóla eins og kom fram hér áðan og einnig hefur verið auglýst eftir námsmönnum á framhalds- og háskólaaldri til starfa og unnið að því að sækjum í nýsköpunarsjóð námsmanna þar sem það á við. Það liggja fyrir töluvert margar umsóknir og erum við að bíða eftir niðurstöðum frá Vinnumálastofnun hvað það varðar, hvaða styrk þeir setja í verkefnið. Jafnframt eru forstöðumenn að skoða möguleika á að ráða starfsmenn tímabundið í gegnum úrræði Vinnumálastofnunar og við bendum við fyrirtækjum á að þau hafa einnig tækifæri til að skoða þá leið til þess að skapa tímabundin störf fyrir þá sem eru atvinnulausir. Hlutfall atvinnulausa er nú svipað og er á Suðurnesjum og ástandið því mjög alvarlegt. Og mér langar til þess að setja inn bókun hér á fund bæjarstjórnar þar sem bæjarstjórn lýsi yfir áhyggjum af atvinnuástandi í sveitarfélaginu og hvetur stjórnvöld til að horfa til sértækra aðgerða þar sem ástandið er verst. Orðið er laust stað á atvinnumarkaði í sveitarfélaginu Hornafirði. Ef einhver vil tjá sig það, óskaparástand. Það er Ásgerður ætlar að koma hér fyrir svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég held að sé ágætt að bæjarstjóri endaði á orðum skilaboðum til stjórnvalda að horfa til sértækra aðgerða fyrir þá sem standa verst. En ég held að það væri bara svona gott að setja innganginn sem er að í rauninni málinu sem fyrripart í bókun bara bæjarstjórnar. Þannig að svona til þess að hnykkja á því hverjar tölurnar eru hjá okkur, þannig að það færist vel inn í bókunni. Þannig að ef ég les fyrripartinn og kannski allir þú að botna. Það var ágætt að fá botnin. En inngangur að í rauninni málinu hjá okkur sem að væri það fyrripartur bókunarinnar er þannig hljóðandi. Hlutfall atvinnuleitenda og þeirra sem eru á hlutabótaleiðinni í sveitarfélaginu Hornafirði er 26,6% í apríl og er það með því hæsta sem mælist á landinu öllu. Áætlað er að atvinnuleysi muni mælast 22% í maí. Atvinnuleysi er af áður óþekktu hlutfalli í sveitarfélaginu.
Unnið er að skipulagi sumarstarfa í samræmi við aðgerðir ríkisstjórnarinnar. Forstöðumenn eru einnig með í skoðunarráða til sín starfsmenn í samstarfi við Vinnumálastofnun. Og þá í kjölfarið af þessu kæmi það sem bæjarstjóri bætti við að bæjarstjórn hvetur ríkið til að það er í sértækar aðgerðir þar sem að ástandið er verst eftir minni. En þetta verður útfært þá í fundargerð ef að bæjarfulltrúar eru sáttir við að bóka á þennan hátt í nafni bæjarstjórnar. Takk aðeins fyrir þetta, Ásgerður. Bókunin er ekki tilbúin, þannig að kemur svo í fundargerð. Er eitthvað sem vilja taka til máls undir þessum lið? Staða á atvinnumarkaði? Það er engin. 8. mál á dagskrá í bókunina sem er... Já, hún er náttúrulega hluta til allavega. Það var spurning hvort að endurinn hefur verið réttur hjá mér. Erstu með þetta rétt? Jæja, bæjarfulltrúar hafa þetta. Þeir sem er þá samþykkir að hafa þess bókun sem bókun bæjarstjórnar, gjörðu svolítið rétt upp hönd. Það er samþykkt. 8. mál á dagskrá er skipurit. Matthildur. Já, forseti og getur bæjarfulltrúar. Skipurit sveitarfélagsins hefur verið til umræðu núna nokkurt skeið eða eiginlega allt frá hausti 2018. Capacent vann fyrir sveitarfélagið úttekt á stjórnsýslu sveitarfélagsins og lagði til ákveðnar breytingar og unnið hefur verið með þær tillögur alla tíð síðan og hafa þær fengið nokkrar breytingar eða hafa verið gerðar nokkrar breytingar á þeim tillögum svona yfir tíman. Nú eftir áramót hefur síðan þessi vinna tekið á sig kannski aðra mynd og enn frekari breytingar með það sem að unnið var að hausti 2018. En það er lagt til að fækka kjarnasviðum úr 5 í 3 og færa málaflokk heilbrigðisþjónustu undir hatt velferðarsviðs eða er reyndar málaflokk öldrunarmála og jafnframt er lagt til að fjármálastjórnsýslu sviði verði áfram stóðsviði við kjarnasviðin og gerðar breytingar hvað varðar menningamál og Hornafjarðarhöfn. Þessi tillaga hefur það markmið að einfalda stjórnsýslu sveitarfélagsins og koma til móts við þær athugasemdir Capacent sem voru gerðar hvað varðar hæfni stjórn eða tækifæri stjórnenda til þess að sinna sínu stjórnenda hlutverki í starfi. Niðurstöður skýrslurnar voru þá leið að stjórnendur höfðu eiginlega ekki tækifæri til þess að sinna vel stjórnenda hlutverki sínu og er þessi breyting gerð til þess að einfalda stjórnskipulagið og gera stjórnsýsluna markvissari. Undir fundinum liggur þessi tillaga sem að hefur ekki fengið umfjöllun í öllum nefndum sveitarfélagsins og er því lagt til að skipuritinu verði vísað til umræðu í fastanefndu sveitarfélagsins. Þakka þér fyrir þetta, Matthildur. Orðið er laust 8. mál á dagskrá skipurit. Bæjarstjóri vísar því til nefnda sveitarfélagsins. Vill eitthvað taka til máls undir þessu lið? Það er ekki og þeir sem eru þá því samþykkir að vísa þessu til nefnda sveitarfélagsins gerðu svolítið rétt upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. 9. mál á dagskrá er lántaka. Matthildur, gjörðu svo vel. Þá er ég komin hér aftur, bæjarfulltrúar ágæta forseti. Í fjárhagsáætlun 2020 sem bæjarstjórn samþykkti hér fyrir á þessu ári, eða á síðasta ári, þá var samþykkt að sveitarfélagið myndi taka lán til þess að fjármagna þær framkvæmdir sem að ákvarðanir voru teknar ákvörðun að lántaka hjá lánasjóði sveitarfélaga
er hér kynnt sem tryggt er með veði í tekjum sveitarfélagsins. Sveitarstjórn Hornafjarðar samþykkir hér með á sveitarstjórnarfundi að taka lán hjá Lánasjóði sveitarfélaga að höfuðstól allt að 400 milljónir króna í samræmi við samþykkta fjárhagsáætlun ársins 2020. Og sveitarstjórnin samþykkir hér með því að samþykkja þessa lántöku, samþykkir að til tryggingar láninu höfuðstól auk vaxta, dráttarvaxta og kostnaðar standa tekjur sveitarfélagsins samanber heimild í 2. málsgrein 68. grein sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011. Nánar tiltekið útsvarstekjum sínum og framlögum til sveitarfélagsins úr jöfnunarsjóði sveitarfélaga. Er lánið tekið til fjármögnunar á framkvæmdum sveitarfélagsins samkvæmt gildandi áætlun sem hafa almenna efnahagslega þýðingu samanber 3. grein laga stofnun opinbers hlutafélags Lánasjóð sveitarfélaga nr. 150/2006. Jafnframt samþykkir þá bæjarstjórn hér að mér, Matthildi bæjarstjóra, sé veitt fullt og ótakmarkað umboð til þess fyrir hönd sveitarfélagsins Hornafjarðar að undirrita lánssamning við Lánasjóð sveitarfélaga samanber framangreint, sem og til þess að móttaka, undirrita og gefa út og afhenda hvers kyns skjöl, fyrirmæli og tilkynningar sem tengjast lántöku þessari, þar með talið beiðni útborgun láns. Til umræðu er hér 9. mál á dagskrá lántaka. Það er verið að opna fyrir lánalínu fyrir bæjarstjóra ef á þarf að halda allt að 400 milljónir. Svona vona að það þurfi ekki að taka það alla þá upphæð, en hver veit. Er eitthvað sem vil taka til máls undir þessum lið? Það er enginn, en þeir sem er því þá samþykkir að heimila þetta ef á þarf að halda, gerir svo lyft upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. 10. mál á dagskrá er samningur rekstur heilbrigðisþjónustu á Hornafirði. Enn og aftur, Matthildur. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Það er ánægjulegt að þessu máli sé nú loks að ljúka. Þetta hefur verið til umræðu hér allt frá því í október 2019, en sveitarfélagið hefur átt í samningaviðræðum við stjórnendur HSU frá því í nóvember að heilbrigðisráðherra tók ákvörðun samanber neðangreint þann 23. október sem byggði á innleiðingu fjármögnunarlíkans í heilsugæslunni sem taka átti gildi áramótin 2019-20 en var hins vegar frestað til næstu áramóta 2021. Í bréfi ráðherra kom eftirfarandi fram: Heilbrigðisráðherra hefur ákveðið að frá og með 1. janúar 2020 verði HSU alfarið falin umsjón með allri heilbrigðisþjónustu utan reksturs hjúkrunarrýma í umdæmi Hornafjarðar. HSU verði frjálst að gera samning við sveitarfélagið rekstur ákveðinna þátta og samhliða leggur ráðherra til að stofnaður verði samráðshópur sem í sitja fulltrúi frá heilbrigðisráðuneyti, HSU og sveitarfélaginu á Hornafirði. Samráðshópnum er ætlað að skoða möguleika til samþættingar, til dæmis hvað varðar heimaþjónustu og heimahjúkrun og gera áætlun hvað varðar tímasetningar slíkra breytinga verði niðurstaðan að sami verði afmarkaða hluti þjónustunnar. Samráðshópurinn hóf vinnu eftir að forstjóri, fjármálastjóri og fulltrúi heilbrigðisráðuneytisins heimsóttu stofnunina 29. til 30. október 2019 og nú liggur fyrir niðurstaða þessara samningaviðræðna og samningur rekstur heilbrigðisþjónustu fyrir HSU er hér til samþykktar. Bæjarráð hefur komið að samningaviðræðum síðustu mánuði og sú niðurstaða sem liggur fyrir er ásættanleg fyrir báða aðila. HSU rekur nú heilsugæslu og sjúkraflutninga ásamt því að bera ábyrgð á rekstri sjúkrarýma. Samningur þessi tekur á samstarfi rekstur sjúkrarýma í formi starfsmannahalds, kaupum á vörum og þjónustu. Og einnig var samið að sveitarfélagið beri áfram ábyrgð á rekstri heimahjúkrunar sem gefur tækifæri til þess að þróa áfram samþætta heimaþjónustu í sveitarfélaginu með aðstoð MEMAX í tæknilausna og fleira. Hjúkrunar- og dvalarheimili Skjólgarður er áfram í rekstri sveitarfélagsins. Ég legg til að bæjarstjórn þakkar þeim sem komið hafa að samningaviðræðum Bæjarstjórn þakkar þeim sem hafa komið
að samningaviðræðum fyrir samstarfið og vonast til þess að framtíðin verði björt í samstarfi HSU og Sveitarfélagsins Hornafjarðar. Þakka þér fyrir þetta, Matthildur. Orðið er laust 10. mál á dagskrá, samningur rekstur heilbrigðisþjónustu á Hornafirði. Einhverjir sem vilja tjá sig þá þann gjörning. Björgvin, gjörðu svo vel. Forseti, góðir fundarmenn. Ég vil bara byrja að fagna því að búið sé að ganga frá samningi við HSU Selfossi rekstur heilbrigðisþjónustu á Hornafirði. Samningaviðræður tóku töluverðan tíma og þurftu báðir aðilar að gefa eftir sínum ýtrustu kröfum. En að mínu mati held ég að báðir aðilar geti vel við unað. En eftir stendur rekstur hjúkrunarheimilisins sem sveitarfélagið er með samning við Sjúkratryggingar Íslands um. Ljóst er miðað við drög að fjárhagsáætlun fyrir hjúkrunarrýmin sem eftir standa verður reksturinn þungur og fyrir séð er töluvert tap á rekstrinum, líkt og er á mörgum minni hjúkrunarheimilum land allt. Er réttlátt að útsvarsgreiðendur í sveitarfélaginu greiði fyrir þetta fyrirséða tap? Nú hljótum við sem hér sitjum að huga alvarlega að því á næstu vikum og mánuðum hvort að sveitarfélagið haldi áfram að reka hjúkrunarheimilið samkvæmt núgildandi samningi við Sjúkratryggingar Íslands, eða hvort að sveitarfélagið skili hreinlega rekstrinum aftur til ríkisins. Takk fyrir. Þakka fyrir þetta, Björgvin. Orðið er laust 10. lið á dagskrá, samningur rekstur heilbrigðisþjónustu á Hornafirði. Matthildur, gjörðu svo vel. Já, forseti, bæjarfulltrúa, mig langaði bara til þess að upplýsa í kjölfar þar sem að Björgvin kom inn á að í næstu viku er fyrirhugaður fundur með fulltrúum sveitarfélaga sem reka öldrunarheimili í landinu og starfsmannasambands íslenskra sveitarfélaga. Þannig að þetta er til umræðu í öllum sveitarfélögum sem reka hjúkrunarheimili að reksturinn er þungur og ríkið skammtar ekki nægilega vel til þess að reksturinn geti haldið sjó. Þannig að það mun eflaust eitthvað skýrast í þessum málum þegar framleiða stundir, en eins og við vitum þá eru Akureyri til dæmis ákveðið að framlengja ekki samninga rekstur öldrunarheimila. Þakka fyrir þetta, Matthildur. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Ásgerður, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, mér langar bara að lýsa ánægju minni með það að þessi samningur er í höfn og þeir sem að fylgjast með bæjarstjórnarfundum ári slíku muna væntanlega eftir því að það er ekki svo langt síðan við vorum hér alveg sjóðandi ill vegna þessara mála allra saman en það tókst núna í apríl að lenda bara ásættanlegu samningi við HSU varðandi það þætti sem út af stóðu sem voru heimahjúkrun og sjúkrarými. Þannig að ég held að allir geti bara ágætlega vel við unað við það, en eins og aðrir hafa komið inn á hér að þá er það samt ekki nóg til þess að við getum rekið stofnunina á núlli væntanlega. Þannig að við gerum okkur grein fyrir því og vitum hvað við erum að fara inn í. En þetta er sagan endalausa og er ekkert búin, en ég vil samt bara lýsa ánægju minni yfir því sem er þó komið. Og það hefur verið ákall það frá íbúum í bæjarfélaginu að fá bæta þjónustu í heimaþjónustu og nú er verið að vinna að því að fullum krafti að samþætta hana enn betur heldur en verið hefur. Þannig að við höfum tækifæri til þess að halda áfram með það verkefni sem að var í talsverðri hætti þó að auðvitað fólk ætla alltaf að gera sitt besta á þalsamant, en það er bara einfaldara þegar að þjónustan er á einni hendi heldur en þegar það er þarf að tala saman yfir á milli kennitalna. En bara mjög ánægjulegt að við séum á þessum stað í dag. Þakka fyrir þetta, Ásgerður. Orðið er laust 10. lið, samningur rekstur heilbrigðisþjónustu.
Það er enginn sem gefur mér merki. Þeir sem eru þá þessum samning samþykkir gjöra svo vel réttu hönd. Hann er samþykkt og samhljóða. 11. mál á dagskrá er urðunarstaður grænt bókhald. Það er álit KPMG að skýrslu Sveitarfélags Hornafjarðar grænt bókhald fyrir árið 2019 sé gert í samræmi við lög og reglur innihald skýrslum grænt bókhald og að tölulegar upplýsingar í skýrslunni er í samræmi við þær aðferðir sem þar er gerð grein fyrir. Bæjarstjórn með undirrita þennan samning hér á eftir en orðið er laust grænt bókhald sveitarfélagsins. Við skulum taka til máls undir þessu lið. Það er enginn sem gefur mér merki og þeir sem eru þó samþykkir að senda þetta til Umhverfisstofnunar gjöra svo vel réttu hönd. Það er samþykkt samhljóða. 12. mál á dagskrá er fjallskilasamþykkt. Fjallskilasamþykkt er lögð fram til 2. umræðu. Fjallskilasamþykkt hefur verið í vinnslu frá árinu 2017 og margir komið að vinnu hennar, einnig hafa verið haldnir opnir fundir. Samþykktin var send til umsagnar í atvinnu- og nýsköpunarráðuneyti og búnaðarsambandi eftir fyrri umræðu bæjarstjórnar. Ég legg því til að bæjarstjórn samþykki fjallskilasamþyktina og vísi henni til atvinnu- og nýsköpunarráðuneytisins. En orðið er laust fjallskilasamþykkt sveitarfélagsins. Það er enginn sem gefur mér merki. Þeir sem eru því þá samþykkir að senda þetta til atvinnu- og nýsköpunarráðuneytisins gjöra svo réttu hönd. Samþykkt samhljóða. 13. mál á dagskrá er málefni sláturhússins. Ásgerður, gjörðu svo vel. Forseti, það getur bæjarfulltrúar. Þann 24. september 2018 tók bæjarráð til umfjöllunar málefni sláturhússins. Þar undir var ályktun frá aðalfundi Sláturfélagsins Búa frá 12. apríl 2018 og minnisblað stjórnarformannsins Eiríks Egilssonar dagsett 20. september það sama ár, þar sem hann upplýsir sveitarfélagið að sem einn aðaleiganda Búa stöðu mála og fer yfir sögu félagsins frá stofnun þess árið 2001. En skemmst er frá því að segja að vorið 2018 tilkynnir Norðlenska matborðið að þá haustið yrði síðasta sauðfjárslátrunnin og að stórgripaslátrunnin yrði hætt í júní 2019. Eðlilega voru aðilar í Búa bændur ósáttir við þessa stöðu en Norðlenska hélt henni til streitu. Sláturfélagið Búi tók við rekstri hússins þá mitt ár og hefur séð þær slátranir sem hafa verið í húsinu frá þeim tíma. Á aðalfundinum í apríl 2018 var skorað á stjórn Búa að leita allra leiða til að tryggja áframhaldandi rekstur og hafa þeir unnið ötullega að því og haldi sveitarfélaginu upplýstu gang mála. Og nokkrum sinnum sem við hefum fengið þá inn í heimsókn til okkar í bæjarráði og einnig hefur bæjarstjóri verið í góðu sambandi við stjórnina. Einhver slátrun hefur verið í húsinu en langt frá því að vera næg til að byggja á til framtíðar. Sveitarfélagið hefur verið með vesturenda hússins til leigu og starfræktar matarsmiðjuna en eftirspurn eftir þeirri starfsemi hefur verið lítil og hefur grundvöllurinn framtíð þess rekstrar verið til umræðu í bæjarráði sökum mikils kostnaðar og lítillar nýtingar. Húsnæði sláturhússins hefur verið auglýst í sölu. Fulltrúar sveitarfélagsins hafa skoðað húsnæðið og það meðal annars með tilliti til þess hvort það geti nýst sveitarfélaginu og verkefnum þess. Ýmsar hugmyndir hafa komið upp í þeirri vinnu. Í mínum huga þá er það mikill missir fyrir sveitarfélagið ef kemur til þess að starfsemi sláturhússins verði lögð að fullu niður en ekki gengur heldur að halda áfram á sama hátt og síðastliðið ár hefur verið. Stjórn Sláturfélagsins Búa er með áhugaverðar hugmyndir sókn í slátrun og matvælaframleiðslu og hefur fengið styrklofar frá uppbyggingarsjóði SAS og matvælasjóði til að vinna þær hugmyndir áfram. En húsnæðið, þar að segja rekstrakostnaður húsnæðisins, er stór baggi á félaginu og í rauninni er svona þröskuldur í þessari vinnu allri saman. Síðustu mánuðir í heimsfaraldri inflúensu hefur sýnt okkur og sannað að matvælaöryggi er eitt af því mikilvægasta sem við Íslendingar þurfum að huga að og þá líka Hornfirðingar. Því er í mínum huga mjög mikilvægt að láta reyna á hvort ekki sé tækifæri til að skipta úr vörn í sókn og láta reyna á hvort að hægt sé að halda starfseminni áfram með þó breyttu sniði. Til þess að svo megi verða
er ein hugmyndin, eða liggur svo hugmynd á borðinu, að sveitarfélagið kaupi húsnæði sem er í eigu Sláturfélagsins Búa og Norðlenska matborðsins. Austur- og vesturendi hússins fái breytta nýtingu fyrir starfsemi sveitarfélagsins og hefur safnastarfsemi verið rædd í þeim rýmum. Ein forsenda kaupanna er það að Sláturfélagið Búi leigi miðju hluta hússins sem nauðsynlegt er til að sjá hvort hægt sé að halda lífi í slátrun og vinnslu matvæla í héraði. Einnig sé ég fyrir mér að matarsmiðjan muni færast til í þann hluta húsnæðisins og jafnvel mætti skoða hvort rekstur matarsmiðjuna gæti hreinlega átt samleið með verkefnum Sláturfélagsins Búa. Það er ljóst að sveitarfélagið mun ekki reka sláturhús. Til þess að þessi sviðsmynd verða að veruleika þá þarf að ganga frá samningum við Sláturfélagið Búa leigu á hluta húsnæðisins fyrir það starfsemi. Sveitarfélagið er 30% eigandi í Sláturfélaginu, þannig að með þessu væri við einnig að standa vörð þann eignarhlut og gefa atvinnulífinu tækifæri til að styrkjast. En stóra spurningin sem að við höfum verið að ræða í bæjarráði og er hér varpað fram í bæjarstjórn og svona opnað á er það hvort að sveitarfélagið eigi að stíga inn og gera kauptilboð í sláturhúsi. Það er ekki einfalt já eða nei í því og við erum búin að velta því mikið fyrir okkur, en það sé bara mjög gott að opna þessu umræði hér inn í bæjarstjórn og velta því fyrir okkur hvort að við eigum að láta slæstanda, styrkja atvinnulífið og nýta húsið sem myndi það væntanlega vera til þess að við horfum á annað húsnæði í eigu sveitarfélagsins og það svo rætt hefur verið hugsanlega að menningarmiðstöð myndi nýta húsnæði í sláturhúsinu að þá gæti þórið til þess að það og myndi náttúrulega verða til þess að álaleiran myndi losna og hún færi á sölu, þannig að þetta er svona kapall sem að þarf að ganga upp. En það voru gott að fá smá umræðu sláturhúsið. Þakka þér fyrir þetta, Ásgerður. Það er 13. mál á dagskrá, málefni sláturhússins. Menn hafa nú velt þessu nokkur sem Ásgerður bent á fram og tilbaka og Sæmundur íaði nú að hér kostnaði við endurbætur á gömlum húsum. En hvað er það? Við vonandi ræðum þetta hér. Málið er laust þetta. Ég veit að bæjarfulltrúar hafa skoðað húsið. Páll Róbert, gjörðu svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Já, mér langar bara að taka undir þetta sem Ásgerður kemur hérna inn á að það eru fullt af tækifærum í þessu líka. Þetta er náttúrulega kannski ekki auðveldasta hús sem að sveitarfélagið ætti að kaupa, en við viljum náttúrulega að það verði hérna áfram slátrun, ekki bara sauðfjár heldur ýmislegt annað. Það eru svín og naut og ýmislegt sem þarf að slátra hér, og ef að bændur í sveitarfélaginu eru fylgjandi þessu verkefni og notfæra sér þessa slátrun sem að eru þá í boði hérna, að þá er alveg möguleiki að þetta geti rekið sig gagnvart slátruninni. Og síðan eru náttúrulega bara fullt af tækifærum í svona stóru húsi. Það er bara spurning hvar ímyndunaraflið nær langt og eins og Ásgerður kom inn á að þá er bæði matarsmiðjan þarna inni og síðan gæti verið þarna aðstaða fyrir menningarmiðstöðina. Staðsetningin er frábær að því leyti til, þarna upp á Heppinni og svo snýst þetta náttúrulega líka kaupverðið, ef að það er innan sársaukamarka, því að það þarf náttúrulega að gera ýmislegt við húsið, en það þarf kannski ekki að gera allt í einu. Þannig ég er fylgjandi því að við skoðum þetta betur og reynum þá að styðja við bændur í leiðinni. Takk fyrir. Þakka þér fyrir þetta, Páll Róbert. Orðið er laust málefni sláturhússins. Sæmundur, gjörðu svo vel. Já, forseti, góðu fundarmenn. Það er þetta með málefni sláturhúsið. Ég heyrði það að ræðan sem ég var með áðan, sem ég sáu samlega með þeirri ræðu og þessari umræðu,
sem er vissulega hlutur af því að hvernig við sjáum fyrir okkur að nýta hús eða endurbæta hús. Burtséð frá því, og ég ætla ekki að ræða nánar það, þá er það þannig að þessi sóknarfæri sem að bæði Ásgerður nefndi, Páll Róbert, sem eru í stöðinni að geta unnið og sem eru virðast vera líka hjá Búa með þessum verkefnum sem þeir hafa fengið styrk til hjá SAS meðal annars og fleiri aðilum, að styrkja hér vinnslu fyrir heimamarkað. Það er eitthvað sem að væri synd að missa frá okkur og hérna ég sé það fyrir mér að við ættum að frekar að reyna að koma þarna einhverju liti inn, og ef það verður til þess að við kaupum húsið og gerum einhvern samning við bændur þar sem þeir skuldbinda sig til þess að leigja eða leigja hluta húsins. Það verður, ég sjái það til dæmis fyrir mér að svoleiðis samningur eru gerður til einhvers tíma, jafnvel bara fastur samningur með fasta upphæð þar sem er enn frekar hægt að tryggja sóknarfæri í því að auka frekari sláturina heldur en hitt. En Ásgerður sagði hérna orðaðan að halda lífi í sláturinn, mér finnst það svolítið skemmtilegt. En að sláturinn geti haldið áfram, það er eitthvað sem ég myndi vilja styðja og sé að ef við náum góðum samningum þetta, að þá getum við styrkt bændur og styrkt þessa stöðu sláturhús hér á svæðinu. Þakka þér fyrir þetta, Sæmundur. Orðið er enn laust 13. mál á dagskrá, málefni sláturhússins. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið? Kristján, gjörðu svo vel. Forseti, fundarmenn. Já, ég er sammála því sem hefur komið hérna fram að það er mjög spennandi kostur að ef við náum samkomulagi kaupverð á sláturhúsum, við getum keypt það og Búi hafi þá möguleika á því að halda hér áfram sláturinn, því að mér finnst það mjög bagalegt ef hún myndi leggjast hér af. Og matvælaöryggi og öll þessi umræða og vinnslan þetta er mjög spennandi. Einnig líka finnst mér austurendin sérstaklega spennandi fyrir menningarmiðstöðin að flytja þá úr álaleirunni og þangað upp yfir og ég vil líka vekja athygli á því að það þarf að leggja töluverða peninga í álaleiruna ef við ætlum að vera með geymslur þar, og þá náttúrulega nýtist hún bara sem geymsla, en þarna væri við bæði með sýningarrými og hugsanlega geymslu líka. Og aðgengi er mjög gott þarna, þetta er á mjög skemmtilegum stað og nóga bílastæðum og ýmislegt, og ég held líka að menn þurfa að skoða húsið bara betur, og eins og held ég Páll Róbert hafi komið inn á, það er kannski ýmsir fleiri möguleikar sem að opnast. Til dæmis hefur FAS verið að leita sér að einhverju sem þeir kalla black box, gæti það rúmast þarna einhvers staðar inni, hugsanlega. Þannig að ég er á því að við eigum að skoða þann möguleika og ígrunda mjög vel að kaupa sláturhús. Þakka þér fyrir þetta, Kristján. Mér finnst bæjarfulltrúar svona frekar jákvæðir fyrir þessu að skoða þetta allavega eitthvað áfram. Orðið er laust. Ásgerður, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bara þakka fyrir þessu umræðu, og mér langar aðeins að tengja það inn í fyrri umræðu bæjarfulltrúans Sæmundar Helgasonar vöruhúsið, og bara það sem hann fór inn á, að við erum að rífa og hvort rótir eru að rífa að byggja eða gera gamalt, breyta alveg
notkun sko, eins og er gert í vöruhúsinu. Það er náttúrulega gammalt verslunarhúsnæði sem er orðið að skólahúsnæði og eðlilega náttúrulega bara og húsnæði sem ekki gerði kröfur aðgengi og annað slíkt sem orðið í dag. Og þarna sláturhúsið sko, hús sem við höfum líka verið að tala að ef við gerum ekki neitt, ef við bara býðum og sjáum til eins og við höfum verið að gera, því að eins og ég kom inn á í erindi mínu þá þetta í rauninni fyrir alvöru fyrir að tala þetta í september 2018 og við höfum verið að svona bíða og sjá hvað gerist og það sett á sölu og það tilboð, það sett verð á það og annað slíkt, þannig að við höfum svona verið að í rauninni vona að einhver annar stígi þarna inn í, en við höfum á sama tíma gert okkur grein fyrir því að ef það gerist ekki að þá klárast rekstrarfé Sláturfélagsins Búa og að það fari í þrot og þá muni væntanlega húsnæðið með þá skuldum sem sveitarfélagi var veði að sveitarfélagi þyrfti að leysa jafnvel til sín. Og þannig að það hefur líka verið einn möguleikinn með því að ef við bíðum ekki lengur og ef við stígum inn í, bjóðum í húsið og Sláturfélagi Búi þá í rauninni þarf ekki að fara í þrot, heldur kemur út á þess að sú staða myndist, þá tækifæri til þess að halda áfram með í rauninni þetta verkefni að slátra og þau verkefni sem þeir að vera að sækjum í SAS og framleiðnisjóðin sem að svona vera með áherslu á heimamarkað og kjöt héðan og annað slíkt. Þannig að þá höldum við lífi í því. En þetta alltaf spurning peninga og ég farið aftur að þess sem ég byrjaði, gamalt hús með nýtt líf, nýtt upphaf og nýjum verkefnum, að það kostar. Álaleiran kostar, en við þurfum að vera, þess vegna bara mjög gott að þessu umræða sér svolítið opin, þannig að fólk gerir sér grein fyrir líka ef við stígum þetta skref sem að ég allavega til núna sé líklegur en ekki og ef að Sláturfélagi Búi samþykkir þá, það verður þetta samtal, það náttúrulega þetta samþykkja kaupverð og annað slíkt, að þá mun fara peningur í það að vinna með húsið, en líka þá mun atvinnulífið fá tækifæri til þess að vinna áfram með þessa hugmynd. En vegna þess að í fundagerðar skipulaginu hjá okkur í rauninni þetta mál og að það hafi verið lagt fram og skráð hverju taka til máls, þá langar mig að fá bara til þess að upplýsa eins umræðuna að leggja til að það verði bókun frá bæjarstjórn í þeim anda sem við höfum verið að tala og það hér tillaga sem ég langar að leggja fram og lesa upp. Að Sveitarfélagið Hornafjörður hefur nokkur skeið fjallað málefni sláturhússins og Höfn sem nú í rekstri Sláturfélagsins Búa. Reksturinn hefur verið þungur og húsnæði sláturhússins auglýst í sölu. Sláturfélagið Búi hefur leitað allra leiða til að halda rekstrinu gangandi, meðal annars með slátrun, stórgripa og slátrun á sauðfé til heimtöku. Stjórn Sláturfélagsins Búa með áhugaverðar hugmyndir sókn í slátrun og matvælaframleiðslu og hefur fengið styrki frá uppbyggingarsjóði SAS og framleiðnisjóði til að vinna þær hugmyndir áfram, en húsnæði, þar sé rekstrakostnaður þess stór baggi á félaginu. Síðustu mánuðir í heimsfaraldri inflúensu hafa sýnt okkur að sannað að matvælaöryggi eitt af því mikilvægasta sem við Íslendingar þurfum að huga að og þá einnig Hornfirðingar. Því mikilvægt að skoða hvort ekki sé tækifæri til að skipta úr vörn í sókn og láta reyna á hvort hægt sé að halda starfseminni áfram með breyttu sniði. Til þess að svo megi verða liggur nú svo hugmynd á borðinu að Sveitarfélagið kaupi húsnæði sem í eigu Sláturfélagsins Búa og Norðlenska matbúsins. Austur- og vesturendi hússins fái breytta nýtingu fyrir starfsemi Sveitarfélagsins en hefur safnastarfsemi verið rædd í þeim rýmum. Ein forsenda kaupana að Sláturfélagið Búi leigi miðjuhluta hússins sem nauðsynlegt til að sjá hvort hægt sé að halda áfram með slátrun og vinnslu matvæla í héraði. Mögulega getur starfsemi matarsmiðjunnar flust í þann hluta húsnæðisins. Það ljóst að Sveitarfélagið mun ekki reka sláturhús og þessi sviðsmynd verða að veruleika þarf að ganga frá samningum við Sláturfélagið leigu og hluta húsnæðisins. Sveitarfélagið 30% eigandi í Búa, þannig að með þessu væri staðinn vörður við þann eignarhlut og atvinnulífinu gefið tækifæri til að styrkjast. Og hér læt ég lokið þessum upplestri. Þetta rauninni svona kjarnar þar sem við höfum verið að ræða og sjálfsögðu ef fólk vil bæta ykkur við að taka út eða eitthvað slíkt að þá er það alveg hægt, en til þess að í rauninni upplýsa
íbúa betur það hvað við erum að ræða hérna og hvers vegna og hvað við erum að hugsa, að þá legg ég til að bæjarstjórn geri þennan texta að sínum. Takk fyrir þetta, Ásgerður. Orðið er laust hvort tveggja, bæði málefni sláturhússins og þennan texta sem Ásgerður var upp. Er einhverjir sem vilja taka til mál undir 13. lið? Björgvin, gjörðu svo vel. Forseti, góðir fundarmenn, ég get alveg tekið undir þessi orð eða bókun Ásgerðar og tilbúin að skoða málið frekar. En já, það er nokkuð ljóst að bara þarf að skoða það vandlega. Þetta er náttúrulega líka spurning kostnað, bæði stofnkostnað og viðhaldskostnað í framtíðinni á þessu húsnæði. Ef þessu verður breytt í safnahús og geymslur. Svo er einn spurning hvað við gerum við álaleirina þar sem við erum búin að setja pening í á 3 ára fjárhagsáætlun sveitarfélagsins. Þannig að það sá peningur gæti þá farið í að koma þessu húsi í stand. Og eins erum við að spara leigupening vegna matarsmiðjunar sem við leigjum hann í vesturendanum. Þannig að það þarf bara að skoða þetta vel og setja upp viðskiptaáætlun fyrir húsið, hvort að hún kom ekki vel út. Og eins og komum fram áður þá er þetta náttúrulega stuðningur við bændur á svæðinu og tryggir upp að vissu marki allavega mataröryggi í sveitarfélaginu. Svo kannski væri gaman að sjá líka veitingamenn á svæðinu koma að borðinu og kannski sjá hvað þeir hafa þetta að segja. Hvort að þeir sjáu fyrir sér að eiga viðskipti við sláturhúsið og kaupa afurðir sem verða til þar. En svo varðandi samningin, ef að verður að gera samning við búa, þá til ég bara nauðsynlegt að sá samningur innihaldi hvata til þess að fyrir þá að slátra meira í rauninni. Það verður hagstæðara bæði fyrir sveitarfélagið og þá sjálfa. Að hann sé hvetjandi en ekki letjandi. En eins og segi, það er bara samþykkur því að skoða málið frekar. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Björgvin. Sammála Björgvin og ykkur öllum í þessu. Þetta þarf að skoðast og við viljum hafa aðeins tíma til að skoða þetta. Við erum með smá varnafla og fullt af hugmyndum held ég. Maður er búinn að velta þessu máli mikið fyrir sér og það eru tækifæri þarna eins og við komum fram. Og kannski eins og Róbert sagði, það er bara hvað maður er frjór. Hvað það, málið er enn orðið er laust þetta mál, það fleiri vilja tjá sig þetta. Það er ekki þeir sem eru þá sammála því að gera orð Ásgerðar að kannski orðum bæjarstjórnar, þannig að þetta sjáist nú svona á riti og fólk viti hvað við erum að spá. Þeir sem því samþykkjur gjölu svo rétt upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. 14. mál á dagskrá tilkynning framkvæmd Kirkjubraut 63, breytt notkun bílskúrs og stækkun. Grenndarkynning vegna breytingar á Kirkjubraut 63, stækkun og bílskúr, breytt notkun og bygging og sólskóla. Grenndarkynningu er lokið og engar athugasemdir bárust. Ég legg til að bæjarstjórn samþykki fyrirliggjandi grenndarkynningu og vísi henni í lögformlegt ferli. Þeir sem því samþykkjur gjölu svo rétt upp hönd. Þegar orðið er laust, náttúrulega fyrst. Þeir sem því þá samþykkjur gjölu svo rétt upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. 15. mál á dagskrá er skýrsla bæjarstjóra. Gjörðu svo vel, Matthildur. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Ég fari hér yfir störf mín síðusta mánuðin. Lífið undanfarinn mánuð hefur nú snúist ástandi í samfélaginu vegna áhrifa frá COVID-19 faraldrinum.
Það er að mörg að huga, skipulagi kjölfar afléttinga þann 4. maí og nú þann 18. maí þegar sundlaugin opnar. Launaútreikningum vegna breytingu á vöktum, falla frá uppskiptum vinnustöðum, hefðbundið skólastarf, íþróttastarf og svona mætti lengi telja. Almannavarnir hafa nú kynnt frekari tilslaganir þann 25. maí þar sem fjöldamerk samkomubanns verði 200 einstaklingar, þar sem smitum hefur farið hratt fækkandi í landinu. Fundum vegna aðgerða tengdum faraldrinum hefur nú fækkað. Aðgerðastjórn funda tíma daglega hér á Suðurlandi en hefur nú fækkað fundum niður í einu sinni viku. Vettvangsstjórn Hornafirði fundaði einu sinni viku en kemur nú saman ef ástæða er til. Undanfarið hafa verið haldnir samráðsfundir með landshlutasamtökum Suðurland, SAS, og einnig með stjórn Sambands íslenskra sveitarfélaga og öllum sveitarstjórum á landinu. Allir þessi fundir hafa verið haldnir rafrænt og þingmenn Suðurkjördæmis og einstaka ráðherrar hafa komið inn á fundina til að kynna þær aðgerðir sem ríkisstjórnin er með í undirbúningi eða eru komnar til framkvæmda. Eins og kom hér fram á fundinum þá eru atvinnuleysistölur á áður óþekktum skala í sveitarfélaginu eða tæplega 27% í apríl og er þar með talin hlutabótaleiðin. Til samanburðar og er áætlað að atvinnuleysi verði 22% í maí. Til samanburðar var atvinnuleysi í janúar og febrúar 2% og er því gríðarlega breytingu að ræða. Hlutfall atvinnuleysa með hlutabótaleiðinni er því nánast á pari við það sem er á Suðurnesjunum. Sveitarfélagið hefur auglýst eftir ungmennum í vinnuskólan ásamt því að auglýst hefur verið eftir starfsfólki á framhalds- og háskólastigi til starfa í hin ýmsu sumarstörf. Það munu því verða fleiri sumarstörf í boði en í venjulegu árferði. Til að koma til móts við þann kostnað sem er unnið í samstarfi við Vinnumálastofnun og munu þau mál skýrast vonandi í næstu viku. Ársreikningur sveitarfélagsins var samþykktur í seinni umræðu hér fyrir á fundunum en það kemur jú fram að fjárhagur sveitarfélagsins er traustur og skuldastaðan lág. Sveitarfélag er því vel í stakk búið til að takast á við þær efnahagslegu afleiðingar vegna faraldursins. Það er ljóst að það kemur skörp niðursveifla í tekjum sveitarfélagsins og er endurskoðun fjárhagsáætlunar í undirbúningi. Við bindum hins vegar vonir að niðursveiflan verði skammin og að opnun landamæra þann 15. júní muni laða til okkar erlenda ferðamenn strax á þessu ári og næsta ár verði þokkalegt ferðaár. Spár eru að sjálfsögðu misjafnar þessa dagana en það er oft gott að grípa allavega jákvæðar fyrirsagnir sem ég las meðal annars í fréttamiðlum nú í morgun. En þar var haft eftir aðalhagfræðingi Íslandsbanka að þrátt fyrir að skellurinn verði harður og atvinnuleysi mikið séu góða líkur á að hagkerfið taki við sér strax á næsta ári. Aðeins að jafnlaunavottun. Nú fer að styttast í að hægt verði að ljúka við jafnlaunavottun. Allt síðasta árið að frá því mannauðs- og gæðastjóri var ráðinn til starfa hefur verið unnið að innleiðingu jafnlaunavottunar. Gæðakerfi er að ræða og því fylgja verklagsreglur, vinna við mat starfa, yfirferð starfslýsinga, kynningafundir og fleira. Nú hefur verið samið við ráðgjafa vinnslu launagreiningar og í kjölfar þess verður hægt að fara í vottunarferli. Og við vonumst til þess að sveitarfélag ljúki þessu ferli í júnímánuði og öðlist jafnlaunavottun. Alþjóðlegi plokkdagurinn. Við erum svo heppin hér í sveitarfélaginu að hér eru öflug umhverfissamtök sem hafa staðið fyrir mörgum og skemmtilegum umhverfisverkefnum. Í hreinsunarviku sveitarfélagsins og í kringum alþjóðlega plokkdaginn skipulögðu þau svæði á Höfn þar sem þörf er á að hreinsa rusl og bjuggu til gagnvirkt kort fyrir íbúana. Þannig gátu allir lagst á eitt við að hreinsa rusl í umhverfinu. Jafnframt settu þau af stað fyrirtækja áskorun og skoruðu á Ráðhúsi að plokka. Starfsfólk Ráðhússins tók áskoruninni og hreinsaði svæði í Hrossó og í kringum tjaldsvæðið. Á fésbókarsíðu umhverfissamtakanna var síðan hægt að fylgjast með gangi mála og er alveg frábært að sjá hversu öflugir íbúar í sveitarfélaginu hafa verið að plokka rusl allt í kringu sig, bæði í þéttbýli og í dreifbýli. Enn eru nokkur svæði eftir sem á eftir að hreinsa og hvetji fyrirtæki og einstaklinga til að finna sér svæði til að hreinsa. Hægt er að lesa sér til það á fésbókarsíðu umhverfissamtaka Austur-Skaftafellssýslu og hér í þessu skjali er tengill á kortið sem raðar svæðunum, eða skiptir allavega þéttbýlinu í svæði. Vatnajökulsþjóðgarður. Fundir voru haldnir bæði í svæði í stjórn Vatnajökulsþjóðgarðs þar sem ég á sæti. Vinna við stjórn á verndaráætlun á Breiðamerkursandi er að nálgast endapunkt
þó sú leið geti oft reynst lengri en menn vænta. Starfsmenn þjóðgarðsins eru einnig að vinna að innleiðingu á atvinnustefnu með ákveðnum verkferli sem gefur tækifæri til að stýra betur atvinnustarfsemi í þjóðgarðinum og beita stjórnunar af verndaráætlun þjóðgarðsins. Næstu mánuði munu fara í að slípa þá vinnu til í samráði við þá sem eru með starfsemi innan þjóðgarðs. COVID hefur sannarlega haft áhrif á starfsemi þjóðgarðsins, en því ber að fagna að ríkisstjórnin lagði þjóðgarðinum til auki rekstrarfé til að koma til móts við það rekstrartap sem hlýst af fækkun ferðamanna og þar með lækkun sértekna. Með þessu móti getur þjóðgarðurinn ráðið til sín sumarstarfsfólk sem styður undir atvinnusköpun á svæðinu öllu. Einnig hefur ríkisstjórnin sett auki fjármagn í innviðasjóð sem mun nýtast til framkvæmda innan þjóðgarða á Íslandi og þar með talið Vatnajökulsþjóðgarð. Framkvæmd ljósleiðara í Lóni. Ég heimsótti íbúa í Lóni í síðustu viku með Brynju umhverfis- og skipulagsstjóra. Tilgangurinn var að safna samþykkis-yfirlýsingum vegna lagningu ljósleiðara í Lóni. Sveitarfélagið vinnur nú með orkufjarskiptum að því að leggja ljósleiðara og er möguleiki á að framkvæmdin geti hafist í sumar eða haust. Ferðin gekk vel, veðrið lék við okkur og vel var tekið á móti okkur. Við fengum góða innsýn í Sauðburð sem stendur nú sem hæst og svo skemmir nú ekki hversu fallegt það er í Lóninu. Aðeins að ferðamálum. Ferðaþjónustan hefur tekið á sig mikið högg í kjölfar COVID. Á þessum tíma ársins eru vanalega gisti og veitingastæðir að fyllast, en nú er ekki ferðamaður sjáanlegur. Það voru þó jákvæðar fregnir sem bárust frá almannavörnum varðandi opnun landamæra 15. júní með ákveðnum takmörkunum þó. Það er umfram mínar væntingar í það minnsta, þó óvissan sé þó enn til staðar varðandi það hvort erlendi ferðamenn fari strax á stjá. Íslenska ríki var búið að spá því að engir erlendi ferðamenn myndu bætast við á þessu ári og unnar áætlanir miða við það. Vonandi leiðir þessi opnun til þess að við fáum einhvern hluta af bókunum sumarsins til landsins og mögulega verði hér einhver kvikmyndaverkefni en miðað við fréttaflutning er aðsókn í að komast til Íslands í þeim tilgangi. Ferðaþjónustufyrirtæki hafa verið að bjóða upp á ýmsar nýjungar í sínum ferðum og verið að lækka verð á gistingu og þjónustu fyrir innlenda markaðinn. Nú er tíminn til að vinna saman ferðaþjónustan og sveitarfélagið í að sækja fram og finna leiðir til að gera það í sameiningu. Sveitarfélagið hefur boðað til fundar næstkomandi mánudag þar sem útsendingin verður rafræn og boðið upp á fyrirspurnir og umræður í Slido. Markmiðið með fundinum er að fá fram hugmyndir að því hvernig sveitarfélagið getur stutt við markaðs- og kynningamál og hvernig fyrirtækin geta komið að þeirri vinnu. Hér í sveitarfélaginu höfum við upp á margt að bjóða, góða veitingastæði, fjölbreytta gististaði, aðþreyingu af ýmsum toga, glæsilega sundlaug, golfvöll og auðvitað náttúru. Ársfundur Nýheima, hann var haldinn í gær. Ég sat hann. Á ársfundunum var gerð grein fyrir starfsemi Nýheima á árinu 2019 ásamt ársreikningum. Starfsemi Nýheima er mikilvæg í samfélaginu og nú á samdráttartímum eru ýmis tækifæri til að sækja fram á þeim vettvangi. Breytinga er að vænta í rekstri nýsköpunarmiðstöðvar og þar er möguleiki á að sækja störf út á landsbyggðina ásamt því að hér höfum við alla burði til að efla FabLab svo eitthvað sem nefnt. Ríkisstjórnin er að setja fjármagn í styrkjaumhverfi tengt nýsköpun og rannsóknum sem skapar tækifærin fyrir Nýheima. Á ársfundunum fengum við að hlusta á erindi Dr. Önnu Guðrúnar Edvardsdóttur sem kynnti niðurstöður rannsóknarinnar stað og hlutverk þekkingarsetra í byggðaþróun. Hún skoðaði 3 þekkingarsetra á landsbyggðinni, hér á Hornafirði, Húsavík og Selfossi. Skýrslan mun nýtast þekkingarsetrum um allt land til að þróa og efla starfsemi sína. Einnig var boðið upp á fræðsluerindi í framtíðarfræðum, en það var Karl Friðriksson hjá Nýsköpunarmiðstöð sem fjallaði meðal annars hlutverk sviðsmyndagreininga í byggðaþróun. Eftir situr að tækniþróun er á lyftuhraða og mikilvægt er fyrir stofnanir og fyrirtæki að undirbúa sig og vera tilbúin til að takast á við þau verkefni sem bíða á næstu árum. Fundurinn var haldinn í Nýheimum ásamt því að vera streymt á netinu. Fleira var það ekki í dag. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Matthildur. Nú eru gert hlé á fundinu meðan farið verður fundagerð.